Komið sæl blessuð, ég heiti Björn Þorláksson og ég heilsa ykkur fyrir hönd samstöðurinnar, rauða borðið að fara í loftið í síðasta skipti í kvöld í svolítinn tíma því við erum á leið í sumarfrí. Með mér eru Ásdís Olsen og Gunnar Smári. Hvað er þetta langt frí, Gunnar Smári? Þetta er í júlí eins og var í gamla daga. Þá fór RÚV og þá var ekki sendar útvarpsskrá. Við munum senda útvarpsskrá. Já. Og við, eins og við vitum, þá söfnum við áskrifundum til þess að halda út í starfseminni, en við erum ekki alltaf komið með við höfum ekki nógu mikið umleikis til þess að geta ráðið afleysingafólk og það er bara ráðið mikið við það. Annarkvort er að allir vinni bara yfir sumarið eins og hefur stundum verið hérna. Já. Eða að við förum bara í frí, en við gerum það í trausti þess að við framleiðum 4+ tíma á dag af efni. Já. Og það er enginn að úti sem hefur hort á það allt. Einmitt. Þannig að við munum endursýna og kannski fara aðeins dýpra ofan í kistunar okkar. En það er, við eigum náttúrulega búin að framleiða, kannski þetta maður að taka saman klukkutímuna. Það er svakalegt magn. Það er gríðarlegt magn. Sko, það er hægt að fylgjast með samstöðinni á spilarinn.is. Þar getur maður alltaf fengið útsendinguna í rauntíma. Það er útvarpið, já. Já. Það er 89,1 útvarpið. Það nær svona upp í Borgarfjörð svona. Já, sirka upp í Borgarfjörð. Ég finn það þeir eru akka norður, sko. Já, Hreðavarskála, eitthvað eftir það þá kannski ég fyrir að missa þetta. Já. Og sunnaverð Snæfellsnesið. Já. En það eru blettir, ef einhver er að keyra norður. Það eru blettir þarna Hafnarfjall skikir á í smá tíma. Já. Kemur þessu aftur? 3-4 mínútur. Já. Og svo upp á Litlu kaffestofu og út á Reykjanestá. Já, einmitt. Og svo er það síminn, stöð 5 á símanum. Það eru allar hlaðvarps, hvað kallast það, efnisveitutur. Þú veist, þetta er Spotify, þetta er YouTube. Þar er þetta í hljóðfælum. Já. Þetta er á YouTube í mynd. Já. Þar er eiginlega svona besta ef fólk að fara að gramsa í gömlu dóti. Þá myndi ég mæla með YouTube. Já. Svo hafa margir komist, þóttu sett ekki með sjónvarpið frá símanum. Það voru margir búin að setja YouTube-aðganginn inn í sjónvarpið sitt og horfa okkur á sjónvarpinu. Já, og það er einhverja leiðir líka sem eru bara svo tæknilega flóknar að ég ræði ekki við það. Og það er eiginlega ekki hægt að útskýra það í útvarpi eða sjónvarpi. Að þú getur eiginlega náð sendingum símans með einhverjum hætti inn í þóttu sett ekki með það. Já. En ég bara kann það ekki. Nei, ok. Til langar að segja YouTube, eitthvað. Já, ég hefur verið að hugsa það út af því að mér finnst sjálfur þægilegt að hafa YouTube og valdi þá á sínum tíma bara gerast áskrifandi þar út af því að það er mjög margt áhugavert efni þar og svona þegar maður er að gera hugleiðslur og svona þá var óþægilegt að koma auglýsingar inn í það, þannig að það er sko kannski ágætt að mæla með því að fólk sé bara áskrifundur á YouTube. Við skiptum á milli okkar, það er sem sagt fjölskylda áskrift á Spotify, annars vegar og svo YouTube. Hvað kostar áskrift á YouTube? Það er bara eitthvað smottir, ég get ekki... 3 skallinglis. Já, ég held sem minna það. Ég er áskrifund á YouTube, ég er ekki áskrifund að neina þessu, ég er ekki svona áskrifund á Spotify, sko. Því mér finnst það bara, mér finnst það svona svindlarar, sko. Stela efni, eða þú veist, henda einhverjum skíti í þá sem eru að búa til efnið. En ég sýnist flesti vera að hlusta í gegnum Spotify. Það er það sem ég heyri kringum mig að fólk er þar mikið. Fólk er að horfa í sjónvarpinu, í útvarpinu. Já, margir enda stiltir á okkur útvarps. Ég var að hugsa þessa útvarpsrás. Er það flókið tæknilega að hafa góða útvarpsbylgju? Er hann ekki góð? Já, ef þú næst ekki nema upp í Borgarfjörð. Já, það er náttúrulega, það kostar bara það sama með þessum eina sendi náum við náttúrulega 80% af þjóðinni. Já. Og það er kostnaður í því. Já, það er kostnaður, sko. Það er alls konar kostnaður í því að við myndum gjarna vilja hafa allir tónlist þetta. Já. En við getum það bara ekki, því að það þurfa að borga til stef og hinna samtakana og það er bara, það væri kannski, ég veit það ekki, bara til þess að hafa músíkina þá þyrftum við kannski að hafa 250 fleiri áskrifundur. Já. Og við höfum náttúrulega bara verið einbeitt og gráði að gera eitthvað sem við teljum að við getum gert vel, sem er bara að hafa hér innihaldsrík samtöl. Við erum ekki að eyða peningunum í
að ná eins og bylgjulestin, að ná inn í við bara, því að fólk, þetta er náttúrulega allt annað núna heldur en var áður, af því að þú nefndir spilarann og það er sendt út útvarpið í tölvu, þannig þú getur sótt það og ef þú ert að keyra þá getur bara verið með það í farsímanum og flestir bílar eru orðnir þannig að útvarpið tengist símanu þínum, ekki? En nú veist þú reyndur fjölmiðlamaður og hugmyndaríkur og við vorum að leika okkur með það áðan að skoða hvað þyrfti að gera til þess að tryggja að ná mjög miklu áhorfi eða hlustun. Kannast ekki við það. En það eitthvað, það ekki þinn stíl? Nei, ekki, það tengist ekkert mínu stíl, þetta tengist bara hvaða möguleika samstöðun hefur og hverju hún getur þjónað. Hún getur, að sömu leyti þá er það útvarp og sjónvarp sem byggir á reynslu sem kom út úr hlaðvarpinu þegar það varð vinsælt fyrir 15 árum eða eitthvað í Bandaríkjunum. Þá kemur allt inn í ljós að það sem að útvarps- og sjónvarpsstöðvar eru alltaf að reyna að gera, að hafa allt efni svo stutt og svo grunnt að þú missir enga hlustenda. Og þetta er bara gamla svona broadcast sjónarhornið að þú dreifir sem víðast og ert að reyna að halda, kannski er fjölskyldan öll að horfa, 93 ára gömul amman og 5 ára gamalt barnabarnið og allir sitt í sófónum og þú ert að reyna að halda öllum í sófónum. Þannig að þú verður að vera með svo almennt sjónarhorn og svo skipta svo ört að enginn gefist upp og fari. Og þetta er náttúrulega, sömuleyti að þú veltið fyrir þetta er ótrúlega óeðlileg mannleg samskipti. Að þú veist, það verður allt svo þunnt og það verður allt svo hratt. Ég meina þið getið séð þetta þegar að horfa á amerískt sjónvarp sem er kannski svona ýktasta útgáfan af þessu. Það sem enginn eiginlega klárar heila setningu. En podcastið er, þá gerist það að þetta er bara sama, þetta er bara útvarpsþáttur. En málið það að þeir voru miklu lengri af því að þetta er ekki broadcastað, þetta er ekki dreift heldur er þetta bara eins og hilluvera þannig að þú þegir upp og ég ætla að hlusta á þetta podcast og þá hefur þú miklu meira þolinmæði í að hlusta heldur en sófinn með allir í fjölskyldunni þannig að allt í einu þá kemur í ljós að það er bara hellinga fólki sem er til að hlusta á klukkutíma og ég meina þeir gerir alltaf slá okkur metan í Bandaríkjunum 3 tíma viðtöl og það var nú bara 3 tíma viðtöl við Trump ekki fyrir eitthvað tíma viðtöl og þá kemur í ljós að þeir sem að velja að hlusta á þetta að þeir hafa eiginlega takmarkalust þol. Já, fólk er líka að gera þetta í göngutúrnum sínum eða í einhverju dundi með prjónana. Og þá gerist annað að viðmælendurnir þeir læra á þetta og ég vitna í viðmælendur sem hafa sagt við okkur að það er svo merkilegt að þegar maður kemur á samstöðuna að þá hittir mér endalaust af fólki sem er að tala það sem maður er að spjalla en ef ég fer í rúf eða bylgjun eða eitthvað ég bara verð aldrei vera við neinn viðbröð og þá er það þannig að þau eru ennþá með þetta svona broadcast hugmynd að þau verða að halda öllum góðum og þar að leiðandi kemst viðmælandi kannski, hann getur bara, þú veist, sagt afhverjanir hana, en eiginlega ekki mikið meira það. Þú veist, af því að þá verður við að skipta yfir í auglýsingar eða skella á einu lægi eða bara keyra þetta á. Nei, því miður þá getum við ekki rætt meira orkumál. Hver segir það? Við getum alveg rætt orkumál í klukkutíma ef við viljum. Þeir sem ekki vilja hlusta á orkumál, það fara bara eitthvað annað. Og við sættum okkur við það vegna þess að þetta er eins og, stundum hefur ekki dæmi að þetta sé eins og bíó með marga sali. Í stóra salnum, og þá sýnir bara blockbusters sem að 5 ára og 93 ára geta hort á saman. En í minni sölunum niður í kjallara, þá getur við verið með Tarkovskí-myndir og þar ertu kannski með áhorfendurna sem að verða fyrir mestum áhrifum á því sem við sjá. Á meðan að upp í stóra salnum þá bara ropar fólk á leiðinu út og man ekki neitt. Þannig að þetta er svona... Það er góð kennsla í þessum pælingum. Podcasti er í rauninni að gera okkur kleift að vera nær því sem við höfum áhuga á. Já, það er eins og munurinn á dagblæði og bók. Já. Dagblæði var þannig að þú flettir í gegnum það og það var fyrir alla. Og ég mældi þetta þegar ég var á DEVAF og þá fékk ég áskrifendur til þess að koma og bara merkja við fréttinnar sem er lásu. Já. Og þá sá maður eiginlega hvernig fletting virkaði. Að ef þú komst á flett að þá þurfti eitthvað stórkostlegt að stoppa þig.
Þetta er frekar leiðileg saga vegna þess að í þriðjudagsblaðinu var berbrjóstamynd af Pamela Anderson á blaðsíðu 37. Já. Og ég sagði alltaf, sko, eina leiðin ef þú missir fólk á flett, eina leiðin til að stoppa þeir hafa berbrjóstamynd af Pamela Anderson. Því það var eini svona turni sem að reisa upp og þannig skipulaði ég til þess fréttablaðið að það mátti ekki vera, það mátti vera íþróttir en aldrei meira en opna. Það mátti bara aldrei vera meiri opna vegna þess að vita allir það eru bara 30% sem að stoppa við þetta, hinn er bara að byrja að fletta og ef þú ferði við 3 eða 4 opnur af íþróttum þá er bara flettið orðið svo hratt að þú þarft bara Pamela Anderson til að stoppa. En til marks hvað tímarnir hafa breyst, ég held ég hafa nú sagt þessu sögu áður, en hérna á síðustu öld var ég fréttastjóri á dagblöðum og stundum sagði ég að sumarlagi á degi eins og í dag, strákar farið nú niður í Sundlaug og takiði myndir af einhverjum berbrjóstastelpum og svo fóru þeir og tóku myndir af berbrjóstastelpum og forsíðan, 5 dálka forsíða, berbrjóstastelpur stundum Ekki berbrjósta? Jú, sumar fóru bara úr hérna, í Sundlaug. og stundum var súmað að þannig að það var ekkert skilið eftir. Hvað varst þú fréttastjóri á Samúel? Nei, þetta voru bara blöðin gerðu þetta hérna, á 10. áratug síðustu aldar og hérna það var sára sjaldan kvartað yfir þessu. Það var sára sjaldan kvartað yfir þessu, svo bara eitt góðan við þetta þá var þetta búið. Og þá bara sagði samfélagið hingað ekki lengur. Það er ekki vegna þess að sko áhugin á hérna fallegum konum í sundi hafi minkað. Það bara blöðin tókuð ákvörðun að það er ekki okkar að vera að dreifa þessu. En þið sjáu til dæmis, þau árið náttúrulega ekki að háa en það eru takk svona myndur upp í stúku. Þú veist, 70% af þeim eru svona sætar konur. Já, er það? Það er að sumera inn á sæta konur upp í stúku. Hefur aldrei hort að fótboltaleik. Ég er allavega ekki að horfa á sæta konur, en þú veist að því. Það er í podcasti og það er bara komaður á skjáin, þannig að þú getur ekki stilt eitthvað. Já, ég tek ekki eftir því. Nei, það bara sýnir svona áhuga eftir því. Já. Og það er þannig að það er miklu sniður að byrta mynd af konu heldur kalli. Af því að kallar og konur vilja horfa á myndir af konum. En bara, ég veit ekki eins og hver vill horfa á myndir af kallum. En nú eru íslenskar konur hættar að klæða sig úr bikini topnum þegar það fari í sólbað í Sundlaugum. Já, það er búið, það er farið. En þetta var bara eðlilegt. Já, free the nipples, þú veist, eftir að við gerum það, þá þurfum við ekki lengur. Við gamla fólki voru svolítið hissa þegar free the nipple kom, því að það var hérna 1970 og 80. Við vorum lengur búin að henda brjóstahaldaranum, sko. Við vorum búin að krakka þetta kerfi, sko, áður. Brjóstahaldarinn vann bara, hann kom aftur, strikes again. Ég man einu sinni, ég fór í skólaferðalag með Menntaskólanum á Akureyri við útskriftarnemar. Þetta var svona 120 manna hópur, segjum að það hafi verið 60 stelpur og 60 strákar. Og við fórum hann á Hotel Blue Bay, við vorum á Ródos, einn af grísku eyjunum. Og hérna, það var hellingur á svona miðaldra Bretum, svona kallar, sátu með vindla og þegar hérna komu 60 glæsilegar íslenskar stelpur, það rifu sig allar úr öllu, nema bara hérna bikininu sig miðja og lögðu svo bara og smurðu sig með einhverjum sólaróljum og eitthvað svoleiðis og þeir höfðu aldrei komist í annað himnaríki þessi menn. Og þá var það kannski sér íslenskt, mennur? Já, þær voru óvinnu frjálslegar á international level. Óvinnu frjálslegar. Skandinavar. Þetta er oft tengt líka við Svía og Dani, svona frjálslindi þessar ára. En það er nú ennþá þannig að það er allir berrasæðir í gufunni út í Þýskalandi þegar maður, veist, fyrir skíðaferð og svona, þá er farið í gufuna eftir og þar er allir bara á tippinu. En bandaríkjamenn, þeim líkar þetta ekki. Þeir fara, þeir eru vel ykkur með íslenskt sundlugar, sturtuklugar. Þannig að við endum ekki öll eins og Amerikanar. Þeir eru mjög spérhættir, Amerikanar. Við endum líklega eins og Amerikanar. Já, við getum endað þar. Aflokaða sturtuklefa. Já, ég held að sé þegar að byrja það, sko. En maður sér það svolítið á klósettum, svona pissuskálin er að hverfa. Það fyrir aflokuðum hvað myndi heita? Klósettklefum. Já, er ekki búið að sameina líka
Það er svo Öll fólki, þessi og það er líka kvenna- og komið svona, karlaklósett. það er ekki þykir til því, það er komið svona skilrúm á milli í byssuskanum Jú, Já, sem er til þess að svara einhverju svona Já. ótta við að sjást. gerir þetta allt meira og meira prívat. Þannig það hefur vaxið mikið. Svona fyrstu pyssuskaluna sem að ég man eftir var bara veggur og pissaði í vegginn og svo var eitthvað svona... Allir í röðu þið ekki? Ég bara tróðu sér hverju við annana og ég held að vera laugatasvellinum og svona víða svona... Ég meinur ekkert farið inn í eitthvað herbyggi, það var bara... Nei, það er hins vegar gat verið á enska boltanum, þá stóðu menn bara og pissuðu í standandi í stöllunum, sko. Þetta er kjúið. Talandi um ennska boltan. Sástu leikinn í gærkvöld á milli hérna Já, Paraguay já, og Þjóðverja. Já. Sástu hann? Sástu vítaspyrnukeppnina og alles? já. Horfðu þú? Nei, ég var í golfi. Var þetta ekki bara eitt af stórkostlegasta sem hefur gerst í þessari keppni? Upp á það að allt getur gerst sem Já, er svo það fallegt. er þannig að það er sko svona 80% af leikjunum fara eins og hérna samkvæmt bókinni Já, og svo er náttúrulega kannski 10% eru svona jafnir, þannig er eiginlega ekki þetta að segja um það nei, en svo 10% hérna fara óvænt já, þú veist aldrei hvaða leikur það er nei, þannig að það er það sem að ég var ekki að hugsa um þetta, er þetta ekki furðulegt að hafa gaman að þessu þetta er eins og maður færi alltaf á Hamlet og væri vonast þess að hérna í einu leikritinu þá myndi hann lifa af þú veist að því að raunverulega er maður að bíða og ég hérna mér hætti til að halda með veikaraliðinu já, er það ekki en svo eins og þarna sem er verði ekki skemmtilega að fá Þýskaland áfram fótboltans og vegna Frakkland og Þýskaland þú meinar fótboltans vegna Nei, bara dramatísku leikur Þýskaland og Já. Frakkland en svo who cares sko Býtu vann Paraguay? Já. í í vítaspyrnu vítaspyrnukeppni það má eiginlega orða þannig að Þjóðverjar unnu ekki já, ég held Já. að þetta sé þannig leikur sko. að það var hérna, leikritið var þannig að Þjóðverjar urðu að vinna já, en þeim tókst það ekki nei, að við hinir vörðust já, þetta var svoleiðis, þetta var eins og umsáturs þetta er eins og Tróju eða Stalingrad þetta var fyrst að Stalingrad það er engin miðill sem kemst nálægt sjónvarpinu, bein útsending, svona dramatík, eitthvað algjörlega óvænt sem gerist, það er ekkert sem toppar þetta. en þetta er eitt af stórkvöldlega sem er gerst á okkar tíma þegar við tala um gamla fjölmjöla þegar ég var ungur að þá var hérna, beinar útsendingar í íþróttamótum þær eru að komast fyrir inn í sjónvarssal þannig þá var það glíma kraftliftingar eitthvað sem var að koma fyrir en þegar að tækni var orðið þannig og gæst farið með beinar útsendingar á fótboltaleiki Já, að þetta er bara eitt sko, stæðsta menningarlega breyting sem að við höfum upplifað eitthvað Hvenær er þetta? Því Þetta er þú getur- kringum 90, nei. Þú getur farið sko, bara inn í sko, frumstæðustu þorp Afríku og þar er fólk Já, horfa. á Það er sko, alveg kannski rétt. allt þorpið á eitt sjónvarp Já, og þú veist þetta bara tekur alla heimsbyggðina. já. En mennstu hvernig þetta gerist? ég veist sem fyrir 1990, ég myndi giska á Já, það. þetta er svona 82 upp úr 80 sennilega. 82 kannski fyrsta HM sem að er í beinni. Já, Áður hérna held ég að við úrslitaleikurinn 1970 hafi verið sýndur í bíói hérna 3 mánuðum eftir að var leikinn. Og svo var eitthvað að rifjað upp að einhver af þessum leikjum, hvað það var 78 eða 74, hafi verið fyrst sýndur á RÚV á gamlársdag. Þetta var sérst keppni sem var sumarið. og frá kannski 74 til 82, þetta er náttúrulega bara 8 ár. Og þá bara kveiknar í hérna einhverju, og þetta er náttúrulega miljóna bransi, sko. Já. Ótrúlegi peningar og hérna, með alls konar lið búin að kaupa sig inn í þetta og þetta er sömuleitir algjör hryllingur. En það er samt eitthvað við að hérna, næstu því, ég segi ekki að öll heimsbyggðin, allir nema Ásdís, saminist að horfa á þetta, vegna þess að eins og ég verið að reyna að segja þetta, í grunninn er þetta rosalega leiðileg íþrótt. Eins og til dæmis svona Leikurinn í Þýskaland, já, í gær.
bara holy shit, allar að framleggja þetta hálftíma í viðbót. Já, þetta var eitthvað allt annað en fótbolti, sko. Það var af því að þetta er rétt sem að Gunnar Smári segir að fótbolti var mjög leiðilegur. Já, yfirborðið. En þá fer maður inn, sko, maður fer í hjartað. Hvað ef? Já, svo líka... Ef þessi litli underdog á séns að vinna og hann kemst, sko, í gegnum allar hindranirnar, hálfleikur 1, hálfleikur 2, fyrri hálfleikur framlengingar, seinni hálfleikur framlengingar, allar leið í vítaspyrnukeppnina, hvað gerist þá? Og Já, og þá er það spennan bara hvernig þetta fer. Og svo einhvern veginn fótboltinn þannig að á yfirbordinu hann óbærilega leiðilegur, bara menn eitthvað að fram og tilbaka, en undir eru alls konar svona sögur sem að vilja tróðast fram, bæði persónulega sögur leikmannanna og svo er þetta líka er eitthvað skemmtilegt að horfa á fótbolta, það sem að eins og í mörgum hópíþróttum, það sem að lið geta verið lélegri heldur en samanlagðir einstaklingarnir. En lið geta líka verið sko miklu betri heldur en samanlagð geta einstaklingarna. Og það er eitthvað sem að gerist á milli leikmanna. Einhverju félagslegi töfrar. Já, og svo sérðu líka hvernig þetta færist leikurinn, að stundum er bara annað lið með yfirhöndina sem meikar ekki beint sens. Það bara, þetta er eitthvað mentali hjá báðum liðum að núna finnum við eitthvað að við gætum skorað á meðan að hinir óttast að við getum skorað frekar heldur þeir sem hugsa að þeir getum skorað. Þannig að þetta er mikil svona sálfræði, þetta er sálfræðihernaður. Og þetta er íþrótt sem saminar kynslóðir í þeim skilningi að ég er að fara austur í Mývatnssveit og ég veit það að ég verð í stofunni þarna næstu helgi á uppvaxtarheimili mínu, húsinu við Bakkan, og það verða 4 kynslóðir af fólki að horfa á suma leiki, niður í 3 mánaða gamalt ungbarn sem kannski nær nú ekki miklu af því sem er að gerast, en það verður væntanlega sofandi þarna á gólfinu og upp í 8 fólk. Og þetta er alveg geggjað, sko. Og þarna hafa allir eitthvað að tala og við þurfum að reyna að auka þetta samtala á milli kynslóða, sko. Og það eru konur og kallar. Já, konur og kallar, en sannarlega eru fleiri kallar sem hafa áhuga á þessu móti en konur. Þetta tengist kannski því sem við erum að segja með stóra sálinn. Þú getur sameinað alla í fullkomnu innjálsleysi. Það er eiginlega, þú nærði, þá kannski sættu okkur við það. En þá er samveran og þetta eiga þess að sameilu reynslu og það er setið þétt í sófanum og eitthvað samskipti eiga sér stað og það er það sem er eftirsóknarvert. Það verður til fegurð og eitthvað sem hefur merkingu og þýðingu. En heyrðu, og þið eru sem sagt bara tilbúin í sumarfrí. Og þið ætlaðu að bíða eftir því núna. Þið ætlaðu að koma aftur í byrjun ágúst. Ég hef aldrei hort á sumarfrí sem eitthvað svona markmið. En ég, eins og þið vitið þá, ég er búin að vera veikur en ég er búin að vera svona hálfslappur. En ég er rosalega fegin að koma til smáfrí. Það verður frábært að fá mjög góða hvíld. Hvað ætlarðu að gera til þess að hvíla þig? Ég nefnilega hef ekki séð lengra, ég hef ekki ráðið við það. Ég bara er að bíða eftir þessu þriðjudegi. Framundan er bara eitthvað sem ég veit ekki alveg hvað er. Látum við hvernig þreytan virkar. Hún er svona eins og varðhundur sepsis. Ef maður sefur ekki nóga þá kemur þreytan og reynir að fella mann. Og ég ætla að reyna að láta þau lifa í einhverjum friði. Þreytuna og svefninn og hitt og þetta. Ferðu eitthvað út að ganga eða þarftu ekki að gera eitthvað svona eins og við hinn, sko? Eins og ég get. Hreyfa sig aðeins og fara aðeins út í náttúruna. Gengur alltaf til og frá vinnu. Ekki gefa prik fyrir það. Ég held að ég segi það við fólkstundum að þetta sé sniður ákvörðun heldur en að hætta að reykja. Það hefur bara meiri afleiðingar. Ég mæli með því að bæði breytist Reykjavík. Ég hef aldrei erindi upp á Orðdólsvöð. Bara, það er ekki til fyrir mér. Ég bý niður í þorpinu mínu, niður í bæ og heilsa fólki. Ég man því áttaði með að það var engin búð eða verslun í borginni sem seldi tvinna og efni og nálar og eitthvað svona. Meinarðu miðborginni? Já, það er svo margt sem er ekki lengur í boði í miðborginni. Það er verið að skrælana, sko. Dóttir mín heimsótti mig á bíl og við fórum í rúnt bæinn og ég fór í verslanir sem áður voru í miðbænum að kaupa svona dót
keypti sokka sem að ég kaupi í Guðstinni sem að eins og við var á Laugavegi, ég er komin í fjármála. Já. Fór ég aftur sem að var mjög leiðilegt að sé farið úr á Laugaveginu. Og Brynja, manstu? Brynja, það ofsalega sorg við því. Ég var að smíða lykla daginn og þá fór ég í, ég veit ekki hvað það heitir, Skútuvór eða eitthvað. Það sem að fyrsta bónusbúðin eða sem gamla bónusbúðin Skútuvór. Já, það húsasmiðan eitthvað svolítið. Þá maður að smíða lykla. Já. Er ekki tveir af köllunum úr Brynju þar? Ég var svo glaður að segja. Skemmtilegt. Því að það Brynja var þannig að maður gæti komið með eitthvað bara, þú veist, hvað á ég að gera eitthvað? Þeir bara sögðu manni. Letum manni bá rétta skrúfur. Persónuleg samskipti. Sögðu manni hvernig maður ætti að gera þetta. Þannig að maður gæti komið inn sem algjör fáviti, sko. Við erum að tala hérna í dag svolítið eins og gamla kynslóðin, þið veitir, við erum hérna að tala hvernig hlutinni voru í gamla dag, hvað allt var betra hérna þegar maður þekkti kaupmanninn á horninu og það var betra. Það var betra að hitta kaupmanninn á horninu. Já, það margt betra í Kanada. Það alltaf verið að hæðast að fólki sem að mæra eitthvað sem að gerist í Kanada, eins og það sé haldaði fram að allt hafi verið betra í Kanada og allt sé verið í dag. En ég held að ekki sé að því. Alvittlausasta sem þú getur gert er að allt hafi verið ómögulegt í Kanada og allt sé betri í nútímanum og verði ennþá betra á morgun. Þú veist, fólk sem heldur því að það eftir að keyra okkur fram af einhverju sko brún, bara steypu í einhvern hyldýpi. Því auðvitað kúltúr og menning, þú veist, getur þroskast, fengið eitthvað, en auðvitað töpum við. Og ég meina, hvers svona líf væri það ef við lifum ekki við það að við séum alltaf að missa eitthvað. Þannig lífið bara. Sorry. Þetta er ekki bara happy go lucky alltaf. Nei, sko, kynslóðin sem svolítið að taka við, þú veist, hefur ekki við erum að upplifa þetta í fyrsta skipti að vera á þessum aldri og þá áttum við sig á því að einhvern tímann var maður sjálfur svona að maður hafði ekki hugmynd hvað þeir höfðu upplifað sem að lifðu á undan manni. Og ég velti á fyrir mig þegar ég sé sko kannski börnin mín og vera að gera uppgötanir á einhverju og viti ekki eitthvað sem að ég held að allir vissi. Og það áhugavert að fá að upplifa það og bara í fyrsta og eina skiptið í lífinu að maður komin á þann aldur. Það rofnað samtalið á milli kynslóðana, þú ert að segja það. Já, svolítið og kannski sækja þau ekki í okkar reynslubanka. Meðal annars út á tæknibreytingum. Já, út af því að þau sækja það annað. Áhugi ungs fólks náttúrulega komin inn á internetið rosalega mikið. Og það fer þá ekki, sko, þær stundir fara þá ekki í nærumhverfið þeirra foreldra og af og ömmu hérna á meðan. Nei, eins og maður gerði, maður satt út af kannski að það var bara meiri tími og meiri ró og kannski ekki hver og einn með sitt podcast í eyrunum, þetta var fólk einmitt satt í sófanum. Við erum ekki árennileg þegar við erum búin að verja okkur með öllum þessum rafmagnsstækjum. Það er svolítið eins og pappinn við eldhúsborðið sem að sussaði alla þegar við útvarpsfréttir. Já, við erum svolítið þannig. Við erum komin þangað. Það er alveg hrikalegt, sko. Ég hins vegar ég tek undir þetta sem þú segir, en ég vil líka átta mig á því að manni tekst að ná athygli þeirra og segja sögur úr fortíðinni, þá dettur að þeim andlitið og þá finnst þeim það alveg rosalega áhugavert og þá kjósa þau að skrifa ritgerðir, skólaritgerðir þessa gömlu tíma og allt það, en við þurfum einhvern veginn að búa til tóm, við þurfum að búa til næði til þess að pitcha þessu. Já, það er ekki samskipti kynslunum má ekki vera þannig að gamall þulur græði satt og er alltaf að ausa upp úr sér einhverjum gömlu sögum. Við verðum líka að hlusta á krakkana. Ég held við gerum meira því, sko. Ég held að það sé ekki skortur á því. Mér finnst ég vera alltaf að setja mig inn í þeirra hugarheim og þeirra menningu og meira kannski heldur en að, þú veist, þau séu áhersum okkar. Þú sagðir að þau verða að taka við hverju? Keflinu? Já, ég meina þau eru fann að stýra samfélaginu. Þau eru í, sko, æðstu stöðum í þjóðfélaginu og eru kannski já, er það ekki? Það er svona mikið til. Kannski hefur ekki að láta þau fá keflið. Kannski hefur bara hvað þessi kefli. Halda keflinu. Ég held að það sé margt gott í því. Ég veit ekki hvað ég gerði við keflið. Já, ég bara að týna því. Já, þetta er allt saman eins og að vera held ég. Þetta hefur oft komið, við gerðum smá að tala af hverju er fólk einmanna og
í nútímanum og að hverju líður börnunum okkar illa. Við tókum svona góða sirpu á slíkri umræðu snemma vetrar. Og þá kom þetta með hann fram, að það skorti samtal milli kynslóðana. Börnunum skortir tíma til frjálsleiks. Það er allt og mikið verið að skipuleggja tíma barnanna eins og sé verið að framleiða einhverja starfsmennum eða senda þau í hinn og þessi námskeiðin til þess að þau eigi einhvern veginn að geta orðið betri þegar þeir koma út á vinnumarkaðinn. Og ef við má skjóta henni, kvíðin hefur líka orðið ofan á að við leifum þeim ekki að leika sér ef því fylgir einhverja áhætta, sko. Það er líka vandamál. Við stjórnum frítíma þeirra með svo miklum kvíða. Ég leik mér þessu við ungum maðurnar í fjölskyldunni, sko, þegar barnið nálægt stiga og ég sé alltaf, öll börn skilja stiga. Bara sjáðu, þetta dettur kannski 10. eða 15. hvert barn, dettur bara einu sinni. Það ekki þannig að þekki eitthvað barn sem það var bara alltaf dettandi niður stigan. Og þú veist, og sjá barn skríða aftur og bak niður stiga, þetta bara til hvers eru allir í kring einhvern veginn að stoppa þetta. Að verja börn fyrir lífinu sjálfu, það endur ekki vel. Það er agalegt þegar maður heyrir alltaf passaði. Það er alltaf í verstu skilabóð sem hægt er að gefa börnum. En talandi kynslóðamun, má ég taka kannski aðeins boltan út af viðtalinu sem ég var að taka á þann? Langar ykkur að tala meira Nei, þetta er nú bara að verða ágætt, held ég. Og bara fara í efni þáttarins í kvöld. Já, og kannski út í að snerti það að viðmælandi minn var að taka viðtal við mæðgur. Já. Og mér finnst það áhugavert að var að rannsaka þetta mæðgna samband og hún segir fyrri kynslóð hafði aldrei heyrt einhvern segja ég elska þig. Nei. Og mér fannst það svo áhugavert að á einhverjum tímapunkti þá er í lagi að segja það og allir fara að segja það og það er trúlega bara kringum 1980. Ég var með þetta að spáði hvort það sé svipað leit og Jón Páll sagði ekkert mál fyrir Jón Pál að mátti monta sig og mátti segja ég elska þig. Síðan hafa allir verið að monta sig. Já, og allir að segja ég elska þig. Ég spyr alltaf að þessu í helgispjöldunum mínum. Þegar þú komst í heiminn varstu velkomin og elskaður. Já, með mitt. Og þannig ég að gera svona félagsfræðir Vá, hvað eru margir sem segja já? Það 70% svona. Nú ég bara segja það bara afgerandi. Já. Þeir sem eru kannski eldri en 60 segja svona að það var ekkert haft á orði en ég var aldrei í neinum vafa og ég fann fyrir hlýleika og þetta var ekki svona eitthvað sem maður þurfti að lýsa yfir. Nei, ég upplifði þetta sem menningarlega árás þegar sjónvarpið kom seint austur í Mývatnssveit. Það kom miklu fyrir til ykkar og það var auðvitað svarthvítt og þegar ég fór að horfa á bandaristefni eða brest og foreldrar voru að segja við börnin sín að þau elskuðu þau, þá fannst mér mjög asnalegt. Það var bara menningarlega árás. Það hefði aldrei getað gerst í Mývatnssveit að foreldri segði við barni sitt að það elskaði barnið nema það væri dauðvona. Já, það gat gerst ef þú varst að kveðja það. Þá hefðu við fyrirgefið það. En annars þá fannst mér þetta rosalega framandi, hallærislegt, ömurlegt og ógeðslegt. Og hefur breytt afstöðu. Já. Svo var því náttúrulega eins og bara allir hinir. Samt ekki. Finnst þér ekki Amerikanar stundum vera svolítið yfirgengilegir í svona hvernig þeir tjá sig? Jú, þetta eru yfirgengilegir. Sjálfsmiðaðir og stundum finnst mér þetta skrítin kúltúr, sko. Já. Ég bjóð tíma og ég kunni svo ótrúlega vel við mig. Þú talaði svo hátt. Já. Þetta er svo veitingastöðum og svona. Við tala mjög hátt, bæði ekki þannig að ég eftir. Ég býn náttúrulega í bæja sem er eiginlega bara túristar. En þeir eru líka þessi menning, þessi verbal menning að allir var alltaf að segja þér hvað verður ræðislega. Já, það ég get alveg sagt ykkur það. Það var alveg menningarsjokk að koma út og við settumst ekkert til að niður hjónin bara og sem erum við eitthvað alveg einstaklega
miklu snillingar. Þau eiga náttúrulega engin lítil orð. Allt amazing. En veistu hvað ég uppgötvaði? Maður byrjar einhvern veginn með á toppnum. Maður getur alveg mist virðingu. Já, ég skil. Og ég hugsaði með mér, heim á Íslandi byrjar maður alltaf alveg á botninu. En maður þarf að hafa mjög mikið fyrir að ná í stig. Það skemmtileg pæling. Þannig að það svona væntingarnar eru að það verið gaman að kynnast þér og ég geti hugsanlega haft gagnaði að þekkja þig. Og óbeint að það var þetta reynsla manns sem ég tók viðtal við hérna, sem hafi búið í Sviss í, ég held, bara 55 ár. Hann sagði að munurinn hérna á svona viðmóti, að maður náttúrulega kerfið frekar heldur í samfélagið, að hérna á Íslandi alltaf gert ráð fyrir að þú sett glæpamaður. Þú alltaf eitthvað að reyna að svindla eða eitthvað og þú þarf alltaf að sanna eiginlega að þú sett að gera eitthvað í góðum hug. En í Sviss eiginlega tekið á móti öllum með góðum hug. En ef þú reynist ekki traustisverður þá náttúrulega ferðu afleiðingar. En þetta er svona fyrsta viðmót að hvernig ánskoðan er þú að vilja upp á dekk. Sem reyndar orðið vinsalir sjónvarpsþættir eins og Morgunblaðið með þannig í spursmál, hvernig ánskoðan vil þú upp á dekk. Að ég bara, ég næði sér ekki alveg. Þetta er alveg merkileg. Akkur ættum við að... Þetta er rosa góð punktur. Ég er svo forpókuð að mörgu leyti. Já, þetta er ekki bara að vera forpókuð, þetta er bara einhver heimspeki, Já, þetta er einhver ótti við, kannski að ótti við náungan einhvern veginn, samanburður. Þetta er lífsbarátta. Þetta er einhver afleiðing af því. Það er harka í samfélagi. Já, það er harka. Þau var að vitna í svona það sem maður sér og svona tilfinning sem maður fær. Stoppaði eins og í Færeyjum og bara þvælast og svona eins og maður gerir. Skoða bæinn, Þórshöfn og svona hvað er öðruvísi þar en hér og svo voru þurftum að bíða eitthvað hvort að við ætlum að fara að hitta einhvern eftir svona 2 tíma og höfum eiginlega ekkert að gera. Þannig að göngu okkar þá stoppuðum við leikvöll, hvað heitir þetta, skólalóð. Og krakkar sem eru kannski svona 9, kannski svona 10 ára elstu og svona niður í svona 7 ára. Og ég er að horfa á þau leika sér. Og ég hugsaði bara, vá, þetta er eins og þegar ég var lítill, Það var svona mikil svona agressjón í það var svo, maður hugsaði bara, þannig nú bara í gangi einelti og þannig að ég fekk svona tilfinningu að við bara flassaði bara tilbaka hvernig þetta var þegar ég var, að því að skólalóðin, þótt hún sé slæm, hafi verið hjá börnunum mínum. Það var hún ekki eins og hún var, það var bara stríðsástand, þegar ég var. Í hvaða skóla varst þú? Ég var í Vogaskóla, var ég svona á þessum árum, frá svona 8 ára til 12 ára. Já. Og það voru allir með uppnefni. Ég segi stundum að það voru 3 sem hétu Smári í Vogaskóla og ég fekk að þetta Smári. En einn var kallaður Húusmári, ég man ekki hvað hinn var kallaður. Þannig það var alltaf, með eitthvað svona. Og ég man eftir bara Eiki Feiti og Gunni Kútó, hann var með þykk gleru og það voru Kútógler, skilur þar svona Steppi Glæpur og Palli Kína voru hættulegu strákandir í byrjunum. Og svo náttúrulega öll rekkjusvínin. Já, þau voru bara skvillaði sér bara í næsta runna ef maður sá Palla Kína og Steppa Glæp vera að koma. En varst þú útlægi í skólanum? Nei, ég var svona, ég veit ekki, mér finnst það að ég held ég að við vorum að ræða þetta eitthvað daginn, ég hef alltaf haft svona svolítið fæð á vinsalukrakkaklíkunni. Þannig að ég er svona jaðarmaður, og ég man að, ég man eftir þeim sem að voru, allir voru leiðilegi við, af því að maður vildi frekar, vera þar. Ég mæli, ég segi það við börnum mín, ekki setjast á borðið á vinsalukrakkanum. Það bara, ég held bara að muni aldrei skilja heiminn, Það er ekki hægt að skilja heiminn frá borðið í vinsalukrakkana. Og þetta, þetta sem við heyrum rosalega mikið í vinsalukrakkanum, að þeir svona vaða yfir, í vikulokinu þess að spjallþætti alla og eru í sumum podcastunum og eru
rotta sér saman, svona aðstóðamenn, oft ráðherra og eitthvað svona, eru niður á Kjarval og eitthvað svona. Þetta þingmenn og borgarstjórn og Já, ég segi bara, núna. ef þú ætlar að skilja heiminn, ekki sogast inn í þennan heim. En varst Þetta þú... svo sjálfhvert og... Já, en varst þú vinsala stelpan í skólanum? Ég sildi svona lignan sjó, sko. Ég var þannig. Lestu lítið fyrir að fara? Já, framanna í barnaskóla. Ég var í Tossabekk. Já. Og ég var hrættur hekkjusýnin. Og Þú þenni í Tossabekk í samstöðunum. Hvað lengra? Já, ég allavega Já, allavega en svo vænkaðist hagur minn. Strympu. Það vænkaðist hagur strympu. Já, í rauninni. Og ég fór í góðan svona stelpuhóp þegar ég var í gagnfræðaskóla og okkur tókst að verða hálfgerða villingar. Sem ég held að hafi verið alveg ágætu þroski í því að prófa að gera svona smá uppreisn og við vorum reknar úr skóla og vorum vorum læti. En ég verð að segja eina sögu núna að því við vorum að tala um Tossabekk. Að þegar Tryggvi Gíslason, skólameistari Menntaskólans á Akureyri, var jarðsunginn í síðustu viku. Ég var til stanslausra vandræða í skólanum og dansaði við dauðan styr, sko. Ég hékk alltaf á bláþræði, eiginlega öll 4 árin sem ég var þarna. Hann var alltaf horsbrytt frá því að reka mig, hann var að reka mig á heimavistinni, taka mig aftur inn og svona, og þetta var endalaus lífsháski. Og svo nefndi ég ekkert að mæta og þetta var rosalega erfið skólaganga hjá mér og alltaf tæp, nema það að Logi Már Einarsson, menntamálaráðherra, hann var örugglega með enn háskalegri skólagöngu og það tók hann 5 ár að taka stúdentinn og þegar ég kem inn í Hallgrímskirkju í síðustu viku til þess að kveðja minn gamla skólameistara sem ég þráttur allt mjög þakklátur yfir að hafi ekki rekið mig, hafi gefið mig tækifæri til þess að klára stúdentsprófið. Þá fyrsti maðurinn sem ég sé, það er Logi Már Einarsson. Hann situr einn í bekk, menntamálaráðherra, á meðan hinir bekkirnir eru flestir þéttskipaðir. Og ég settist við hliðina á honum og sagði, já, Logi minn, er þetta ekki Tossabekkur? Jú, sagði Logi. Og við sátum þarna 2 í gamla Tossabekknum og rifum upp sögur. Já. Og eitt að lokum, að ég tók eftir því að það voru miklu fleiri vandræðanemendur sem voru við þessu útför heldur en afburðanemendurnir. Og það fannst mér fallegt og gott og til marks það að heimurinn er ekki ennþá farin til helvítis. En það er náttúrulega, þetta er alltaf skemmtilegustu nemendurnir. Mjög oft. Vandræðafólkið er besta fólkið. Mjög oft. Það er niðurstaða þess að kafla. Vandræðafólkið er besta fólkið. Það er þannig. En Logi hefur húmor fyrir sjálfum sér. Ef þið ekki vissu það, þá var hann dansari í hljómsveitinni Skriðjöklar. Og hann er bráðskemmtilegu maður, hann Logi, þótt hann hafi fundið leið til þess að leyna því. Sem ráðherra. Það er mikið áhuga að vera ráðherra. Það er svona þung hempa. Það er rétt. Það eru margir tína karlinn. En hvað verður fleiri þættir með kvöld? Ég er byrjað með einhvern tímann í vor að fá til mig svona vísindafólk. Ég hafði sambandið eitthvað og baði hann að benda mér á áhugavert vísindafólk. Og ég hef talað um sálfræði og ég hef talað um strengjafræði og nú ætla ég að tala um næringafræði. Anna Sigríður Ólafsdóttir, hún er prófessor og hún er að rannsaka matvenni og hvort það sé hægt að vera með bragðlauka þjálfun. Ég þekki nú ekki mikið hennar rannsóknir en þegar maður er að tala svona vísindafólk þá get ég ekkert farið og sett mig inn í það. Þannig að ég mæti alltaf bara eins og ég sé 10 ára. Og spyr og þau verða að útskýra þetta þannig að ég skil og ég hef trúið að þetta getur verið áhugavert efni. En þjálfun í bragðlaukum að þá eins og hafði ég mikið áhuga á því að elda og þá var Sóley lítil og þá var ég að skera niður og þá stóð hún oft við hliðina á mér á stól og fylgdist með. Og svo fórum við að leika okkur á því að ég batt fyrir augun á henni og lét hann að smakka mat og hún þetta að segja hvað var. Þetta er munin á jarðarberjum og hindberjum og bláberjum. Og svo vorum við komin yfir í lauka, þetta er mun á púrrulauk og gulum lauk og hvítum lauk og rauðlauk. Og hún hefur verið kannski svona 4-5 ára og ég hef bragðlaukar, hún náði þessu öllu, Já.
Og þá á þeim tíma, ég þekki það kannski. Meinar hún hafi þekkt bragðið af öllu? Já, ok. En borðar hún allt í dag? Hún gerði það á þessu tíma. En svo eins og reynsla margra foreldra að barnið sem borðar allt og borðar bara sama við, allt í einu daginn mætir bara nýr. Og ég held þetta sé börnin að þið voru að tala um vinsalu krakkaklikkuna, það sem að smitast svona á milli, allir að reyna að fitta inn í hópin og svona. Ég held að þetta gerist svolítið í leikskólanum, ef þú lætur kannski 12 börn saman, þá komaðu út með samanlagða matvenni allra. Já, ég skilði, það smitast. Já. Það er nú rétt, en það er eitt sem ég hef tekið eftir hjá ungu fólki í dag, svo maður haldur áfram að tala eins og gamall kallföskur unga fólkið, sem maður gamall kallföskur. Þú kannski hafa eitt þátt sem unga fólki talar gamla fólki. Já. En við erum nú að bjóða stelpunum upp á það á föstudagskvöldum. Já, en það er þetta sko, hve margt ungt fólk því hryllir við áferð matar. Og það talar um að áferðinu þannig að þau missa matarlistina. Þetta er svona miklu viðurkenndari ástæða fyrir að borða ekki matinn en þegar við vorum börn. Þá gilti einu þótt manni fyndist áferðin ógeðsleg. Maður þurfti einhvern veginn að koma þessu og skópla þessu upp í sig. En núna er þetta alveg gild ástæða fyrir því að við getum ekki sagt neitt. Sonur minn sem er nú komin á 50-aldur sko. Og dóttir mín sem er 19. Að þau geta hvort borða banan út á áferðinni. Já. Og það er sérstaklega þú skerðan og það kemur svona gljáin sem að kemur. Já. Það er slímkjant. Matvenni sonar míns, hún var þannig að ég sagði alltaf að hann borðaði enga mat nema að liti út eins og hann sjálfur, af því að hann var svona frekar fölur og ljós yfirlitum. Þannig að hann vildi helst bara borða hrísgrjón og kannski rækju eða ekkert. Hann vildi enga svo sterkar liti. Hvað var maður að gera? Hvað var maður að gera kakvart matvenni? Já, það verður áhugavert að heyra sko, en ég er að hugsa hvort það gildi í dag að einhverju leiti þetta, við vorum látið sitja, ég man eftir að hafa verið látið sitja bara við borðið hangti á búið með matinn minn. Til að klára. Já. Og ég meina, heima hjá þér eða í skólan? Já, heima og ég man að pappi lýsti líka, þegar hann var strákur þá, hann fann upp á því að það var svona skúffa á eldhúsborðinu og hann mokaði hafragrautinu sínum, hann gat ekki hafragraut, það var út á áferðinni. Mókaði alltaf hann skúfu. Hann er ekki einn áferðavanda gagnvart hafragraut. En maður þurfti samt að koma hann niður, já. Einn af mínum fyrstu sigrum var ég var sendur í sveit þegar pappi og mamma voru að skilja. Því ég var svona yngstur. Upp í Kjós og þar var ég látin, þá var grónagrautur. Og þar var grónagrauturinn ekki eins og hjá mömmu. Þar var bara soðið hrísgrjón og svo hellt kúamjólk yfir. Og ég er náttúrulega borgarbarn og ég borða ekki kúamjólk, eða drekki ekki kúamjólk. Ég gerist þetta mjólk frá MS. Þannig að ég satt þarna og ég gæti bara með þetta var ekki matur. Nei. Og ég var látið sitja þarna allan laugardaginn. Og endanum þá gafst húsfreyjan upp, svona kannski 4 litið, hendi mér út. Þannig að ég vann það. Þú frjóskur. Og svo þetta var svolítið erfið vist að þá fór ég út á tún og það var gamall maður, það var svona sláttur í gangi eitthvað svona og hann stóð svona yfir mér og sólinn á bakinu og ég gera eitthvað og svona þetta gretta þig framan í mig drengur og hljópa eftir mér með staf og ég reyndi að flýja og reyndi að fara yfir Esjuna og var aðeins svo stórt fjall fyrir 5 ára. Já. En ég var svo heppinn að elsti bróðurinn, hann hefði fengið kíghósta, einhverjum vikum áður. Þannig ég gerði mér upp kíghósta og þannig að ég var sóttur og fluttur í bæinn og hef ekki farið í sveit síðan. Wow. Hvað? Þannig að ég segi við börn sem að lendi í þessu bara berjast. Og þetta er á skilnaðardögum foreldræðina. Þetta er rosalegt. Þá var ég líka settur upp á Rauðhóla, ég man ekki hvað það heitir, vonarnisti, nei ekki vonarnisti, ég man ekki hvað það heitir. En það verið að gera myndum það, ég fór í viðtal daginn, sem verið að tala þess að vist barnana á þessu heimili. Var það slæmt? Já, ég veit ekki, þetta var, sváum í svona kojum, í svona stórum, ég var kannski, ég segi þess að sögur kannski í myndinni, en ég get ekki verið að segja, það var eldri fóstra sem kom og benti á eitthvað svona hól sem var fyrir utan og sagði að Grýla var í þessum hól og hún kæmi og myndi taka okkur eða var ekki að sofa. Þetta er svona
fyrir eitthvað sem rifin upp af fjölskyldu sinni, þá þetta ekki svona, ég mæli ekki með þessu. Nei. Manst eftir líðaninni? Ég man bara eftir svona tilfinningunni. Ég sá myndir, sendir með maður sem hafði fundið myndir sem var teknar hana. Og þá var meðal annars verið að skera gúrku og tómata á brauð og ég man bara allt í einu fann ég bragðið af þessu og líka hvað gerist ef maður fær sér eina skeið af svolítið súru skýri og býtur svo í svona brauðsnuð eftir allt í einu bara, það var eins og hjá Prúst allt í einu bara kom bernska mín aftur. Bragðminnið. En ég minnir að ég hafi verið svona, ég var dapur einhvern veginn í sálinni, kannski ég bara með dabra sál, ég veit ekki. En svo kom ljós sem var ung fóstra sem ég leit náttúrulega bara á þessu konin hefur bara verið 15 ára eitthvað. Og ég hendi svolítið henni, mér finnst hún skemmtileg. Já. Hún var líka alltaf, hún var því eitthvað svona kostulur því ég var alltaf að spurja eitthvað svona. Þannig að hún gekk og sagði benti á lækin hvað heitir lækin, þetta millis að vera lækur og á sem rennur þarna. Í Varmá? Nei, hvað var þetta í Mosfellsbæ? Ofan Elliðavatnið, rennur í Elliðavatnið. Og hún sagði, þetta er Þjórsá. Og svo benti hún á Rauðhólana og sagði, þetta er Hekla. Og svo var einhverjar hýslur þarna og hún sagði, þetta er Hallorstaðaskógur. Og mér veist þetta allt svo áhugavert. Og svo kom fjölskyldan að sækja mig og ég fór í bílinn og ég vildi náttúrulega segja hvað ég hefði lært. Og ég sagði, þetta er Hekla, og hló allir. Það var allir Þjórsá og það sprakk bílinn. Og síðan þetta var svolítið svona, þetta var svona uppkvötun að sumt sem að maður lærir, er bara ekki rétt. Já. En það og það er hættulegt að gaspra, það er líka, sem ég hef kannski ekki ennþá lært. Það ég hef átt að læra það. En það er eitthvað með samband Íslendinga við börn sem við erum ekki búin að gera upp og við þurfum að gera það upp og ég skil ekki af hverju okkar fremsta vísinda og fræðafólk nær sér ekki svolítið hugur ekki og fer ekki með neglurnar aðeins ákafar inn í þetta rannsóknarefni vegna þess að við þurfum að gera upp samband fullorðinna Íslendinga við börn allt frá landnámi líkum við að segja og hvernig hér urðu ekki breytingar sem urðu á ýmsum löndum í kringum okkur sýnist mér og sérstaklega gagnvart ókunnum börnum eða börnum annarra að þetta ofbeldi, þessi illvilji og þetta furðulega skeytingar bara á köflum sadískt samband við eigum bara eftir að gera þetta allt saman upp. Akkurat. Ég held að við eigum í vandræði svolítið með sögu okkar. Ég var eitthvað að hugsa daginn að því að þann Skotar þeir segja þeir hlustið á þá að þá þegar þeir eru að segja sögu sína þá eru þeir stórkostlustu sigrandir. Þegar þeir eru bara að tala eitthvað þú veist eins og bara ekkert meira skost en það. Það eru ósigrar sem þjóðin hefur orðið fyrir. Og Írarnir eru sem þetta líka. Og ég hef verið að endursegja svona ljóð og var líka að endursegja ljóð eftir mann frá Nígeríu. Og þá, því ég hef verið í Afríku, þá er það líka þessi svona tilfinning að geta lifað við glæsta sjálfsmynd inn í dabri sögu. Sem að mér finnst að við mættum aðeins pröfa. Þetta með að hafi allt verið ómögulegt en núna sé allt orðið gott eitthvað. Ég held að sé ekki okkur góð. Ég held að við ættum ekki að koma og hýða okkur fyrir hversu hráslagalegt mannlífið var og allt annað. En við verðum eins og að ræða það. Og við verðum einhvern veginn að, til dæmis, ég ekkert að tala ég verðum að vitni það sem við verið við Rauðaborðið. Þá kom hingað kona og var að tala að þjóðin hefur bara ekki gert upp vinnumennskuna eða það eru aðstæður sem að fræðahaldið á Íslandi langstæsti hluti forfeður okkar bjó við og hún var með svona kenningar að þetta erfðist á milli kynslóða þú getur hugsað að það sé bara genist þetta er vistarbandið en þú getur líka hugsað að þetta sé svona menningarlega erfist menningarlega hvort sem það er genist eða hvort þetta liggi í genunum við þekkið það nú öllum svona áfallin en áfall þú veist með að við svona áfallastreitu og annað slíkt að þá langstæsti hluti forfeður okkar og frekar formæðra
lifðu bara við linnulaus bara áfall, bara lífið var áfall. Já, og það verða náttúrulega ekki betur bætur fyrir en við gerum upp meinin ef þau liggja djúpt í þjóðarsálinni og það mjög sterk tilhneiging að við séum að endurskrifa sögu okkar með jákvæðri hætti heldur en hefur kallað á. Það svona Jónasar frá Hriflu nálgun gagvart alls konar hlutum. Vistarbandið, sérfræðingar sem hafa rannsakað það, þeir til dæmis segja hér íslenskir sakfræðingar sumir hverjir að já, en við skulum átta okkur á því að vistarbandið var ekki alls slæmt vegna þess að vinnuveitandi hafði þá skyldu að brauðfæða fólki sem var í vinnumennskunni. En ok, ætlum við þá bara að þakka fyrir vistarbandið. Mér finnst að þetta viðbragð, þetta viðhorf, það heyri svo oft ef við ætlum að reyna að tala um eitthvað sem var ekki nógu gott. Þetta allt svo nálægt okkur. Og hann segir þetta var nú ekki svona slæmt. Það er svo við óttust að ræða þetta. Sko. Eins og við óttumst rosalega að ræða þetta. Og þá þokustu aldrei neitt áfram vegna sem við erum enn með einhverja ósiði, inngróna ósiði í okkar menningu sem við gætum útrýmt okkur en ekki fyrr en við höfum komist að því hvað var að og hverju við ætlum að breyta. Já, sammála því. Getum við gert þetta? Haft svona þema? Já, mér finnst að þetta sé eitt af því sem við höfum að gera. Já, algjörlega. Á ég að segja eitthvað meira frá henni Körlu eða erum við kannski bara komin með þetta? Já, það má ekki segja mikið. Nei. Ég hef ekki en hún heitir Karla Má ég segja, Kristjánsdóttir. ég ætla að Sveinn Máni Jóhannesson sem er mjög klókur greinandi á bandarísk stjórnmál hefur komið í Trump-tíman og síðast þá narraði til þess að koma sérstaklega til þess að ræða um demokrataflokkin. Þannig við ætlum að tala um hann á eftir. Og svo er ég með matvendis viðtalið mitt. Já. Ég ætla að tala við Öryrkjabandalagið, hagfræðing hjá Öryrkjabandalaginu. Það eru alls konar breytingar núna sem auka kostnað öryrkja sem þið vissuð ekki Þið eru örugglega eins og ég, þið hafið haldið að þessi vetur hafi verið bara sigur fyrir öryrkja og hagur þeirra hafi batnað. En það er ekki þannig og hann ætlar að ræða við mann Gunnar Alexander Ólafsson um það. Og svo ætla ég líka að vera með dálítið áhugavert mál. Ég er ekki búin að taka þetta viðtal, þannig ég veit ekki alveg hvernig það fer fram. En ég held að það muni koma tveir menn, annars vegar lögmaður og hins vegar maður sem að tapaði máli fyrir dómi þar sem að ölvun og neyðaréttur takast á. Ég held sem best ég segi ekki mikið meira því að ég vil geta staðið við allt sem verður til umræðu þessu máli. En þarna er einhver svona klemma á milli þess hvort ölvaður maður getur reynt að bjarga mannslífi með því að aka ökutæki þótt hann sé drukkinn að neyðarrétturinn trompi lögin sem hann er að brjóta með því að aka drukkinn. Mjög áhugavert. En þá ætla ég að þakka ykkur bara fyrir samveruna núna fyrir hluta þessa árs og ég er farin í sumafrí og þú ert farin í sumafrí, Ásdís Olsen og Gunnar Smári ætlar að kveðja ykkur fram að ágúst. Ég ætla bara að þakka fyrir að ykkur sem hafi verið að aðstokka við að halda út í samstöðinni. Það er stór hópur af fólki, ég ekki talaði nýlega en svona 1700 manns sem að leggja eitthvað til samstöðuna til þess að hún geti haldið áfram. Til þess að við getum haldið út í þessum umræðu vettvangi og kannski seinna byggt þetta upp í að verða svona fjölmiðill. Ég vil bara þakka ykkur fyrir það. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá er það mjög einfalt. Þá ferðu inn á samstöðun.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir grunnáskristin sem er 2750 krónur. Þú mátt bara koma ef þú vilt og þeir sem að kjósi getur láta áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið. En það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En við ætlum að skjóta inn örstuttum auglýsingum og svo hefjast viðtöl kvöldsins. Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þær aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leiða okkur inn í framtíð. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði.
Velkomin í Hótel Bjarkalund. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Þelið á milli okkar, Berglind Ágústsdóttir, Gluggagalleríið Stjett, Bólholti 6. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.